Og áfram höldum við hérna í þættinum að norðan. Í Minjasafninu á Akureyri líf og fjör þessa dagana á aðventunni og hérna í safninu jólasýning. Ragna, það ekki? Það líf og fjör hjá okkur? Jú, það mikil stuð þessa dagana og mikil tilhlökkun náttúrulega farin að hreyra sig fyrir jólin og við búin að vera í jólaskapi hérna lengi og fá til okkar mikið af fólki að skoða gamalt skraut og kynnast svona jólaundirbúningnum hér áður fyrr. Þessi sýning sem að hérna stendur yfir jólasýning, svona á hvað leggið þið áherslu á? Við höfum verið að taka alltaf fyrir einhver þema á hverju ári og í ári það jólaskraut og náttúrulega við höfum verið með jólatré og jóladagatöl og skógjafir jólasveinana og þetta reyndar náttúrulega partur af jólaskrautinu þannig að við náttúrulega aftur með jólatré og dagatöl og svona sýnum hvernig þetta var notað til skreytinga auk þess sem við eigum svona dálítið af gömlu skrautið og þetta sé nú kannski ekki svo frábrugðið því sem við þekkjum í dag. En svo erum við líka í alltaf jólasveinarannsóknum hérna og við erum alltaf að kynnast jólasveinunum betur og betur, allavega 89 sem við erum komin upp í núna og líka þá bara restina fjölskyldu Grýlu því að þetta mikil fjöldi af börnum sem eru kennd við hana og við erum alltaf að heyra einhverja nýja sögur af þessu liði. En þegar ég kemur hérna fyrst inn, svona við fyrstu sýn, þá svona virðist manni að jólaskrautið hafi ekki tekið neitt miklum breytingum en til dæmis þegar maður horfir hérna á jólatréð, það hefur nú aldeilis breyst. Já, jólatréð eru náttúrulega mjög fjölbreytt, svona þessi fyrstu tré sem fólk var útbúið heima hjá sér, bara eins og þegar maður að föndra og þegar fólk gerir jólaskraut, þá þetta alltaf svona eftir höfði hvers og eins. En tré náttúrulega, þau eru keimlík en þau eru samt mismunandi, hvort það eru kerti og ber eða kreppapír eða bara hreinlega lifandi lyng sem var sett á þetta og við eigum nokkuð tré hérna sem við höfum verið að sýna. Það fólk nú ennþá að búa til svona tré, en auðvitað náttúrulega lifandi tré búið að taka yfir mikið síðustu árin. Það bara allur gangur á þessu. Þetta hérna tré, þetta nú heldur betur komið til ára sinna? Já, þetta orðið svona ansi gamalt þó að fólk sé mjög ósammála því þegar maður tala um gamla daga þegar maður sýnir til þess börnunum þetta og margir svona eldri kynslóðin sem segir, þetta nú ekkert gamalt. En þannig að það svona misjafn skilningur hvað maður leggur í það, þetta bara búið að breyta svo hratt. Þannig að margt gamalt orðið frekar ókunnugt núna. En hérna bara svona þá aðeins þetta við hliðina jólakúlurnar, þær eru bara alveg eins og þeir eru í dag, eða ekki? Já, bara nokkuð klassískt. Þetta náttúrulega þegar svona búðarkúlurnar koma, þær hafa ekki breyst mikið. Það nú sumt svona handmálað hérna, annað svona fjöldaframleitt en þetta hefur einmitt ekki tekið miklum breytingum og við erum auðvitað frekar fastheldin á kannski jólaskraut og svona jólin eru mjög svona, nostalgísk í eðli sínu. Ég man eftir þegar ég var gutti að þá voru þessar kúlur, þær voru mjög brothættar. Já, og þetta mjög brothætt alls saman og eins gott að fara varlega innan jólakúluskóginn okkar hérna. Þetta eru væntanlega hvað þá danskt mikið og hvað jafnvel frá Þýskalandi? Já, þetta mikið skandinavískt og margar hefðir sem koma hérna frá Danmörku og Þýskalandi. Og svona þegar maður að skoða alls konar hefðir, bæði skreytingar og dagatölin og þetta sem við höfum verið að vinna með, þá nú oft svona sögurnar sem maður heyrir og í heimildum sér maður að þetta kemur mikið með kannski sjómönnum sem hafa verið að sigla þarna og koma svo og flytja siðina heim. Bæði þetta þá gripi og svona einhverja hefðir. Ef að lappa hérna aðeins yfir í næsta sal, þú talaðir dagatölin, þau eru til hérna og hérna ertu með, þetta danskt, eða ekki? Þarna eru dansku jólanissarnir, þetta dagatal sem kom hingað til Akureyrar 54 eða 55 og það var nú gríðarlega spennandi þegar þetta var sett upp og farið að opna gluggan á þessu og þetta náttúrulega mjög skrautleg og skemmtileg dagatöl og þetta þetta dagatöl sem fólk notaði svo aftur og bara fór vel með og geymdi og lokaði aftur gluggunum og tók fram næstu jól og svo var þetta náttúrulega bara skraut á heimilinu og þarna voru alls konar aukahluti með og það var hægt að vinna í þessu og hífa upp og talja og bíll í bílskúrnum og
mikið bara, já, mikið ævintýraland sem að börnunum fannst og svo saga fylgdi þessu mitt. Þetta var alveg mikil spenna og ævintýri að lifa sig inn í þetta. Maður sér það alveg á þessu húsi að það hefur verið notað í mörg ár. Já, þetta alveg, og skrautið mitt við kannski, við eigum auðvitað dálítið jólaskrautið hérna á safninu en skrautið náttúrulega líka mitt þess eðlis að það notað aftur og aftur og það eru sterkar tilfinningar sem tengjast jólaskrautið þannig að þetta gamalt, fólk þekkir bara gamalt skraut frá sínum heimilum því að þetta vist og notað, þetta eru svo sterkar minningar sem tengjast þessu. Svo eru músastilandi góðu, þeir eru þarna. Þarna erum við lítinn þarna og það eru, þetta var mjög, svo litríkt sko, það var gaman að hengja upp, þetta pínu eins og blóm oft og það verið þessi blóm og tré sem náttúrulega, og eins og við sjáum í skápnum, þarna eru epli og sveppir og bara skógurinn settur fram, en náttúrulega á þessum dimma tíma og þessum gróðurinn liggur í dvala og við bíðum bara vorsins spennt og vonum að birta á ný, þá erum við að færa að sækja þetta sígræna greni og þessar náttúruna inn til okkar og prýða heimili okkar með þessum, bæðið mitt litum og glisi og reyna að fá lit og ljósi á þennan tíma og þetta sést mjög greinilega á jólaskrautunni hvað við verðum glískjötn og gaman að kveikja ljós á þessum tíma. Ef að labba aftur yfir í hinsalinn og kíkja aðeins á jólasveinana? Já, kíkjum á þá. Faldafeykir hans, hann feykti pilsföldum. Já, spurning hvort hann hafi bara verið í því að stríða stelpunum með að feykja pilsföldunum eða hvort hann hafi hreinlega farið líka í höfuðbúnað, sko faldinn á höfðinu. Það var ekki gaman þegar þú varst búin að vera vandaði við að setja hann upp svona spari klæddur fyrir jólin að hann færi eitthvað að stríða með það, sko. En hvað getur þú sagt mér þessa flotsokkuna? Jólasveinarnir eiga nokkrar systur og flotsokka nú eiginlega skæðust af þeim systrum. Hún sem sagt sótti í það að stela flotinu. Hún líka sem sagt stal sokkunum sem fólk var að prjóna. Þannig að ef þú skildir eftir sokka Glombeck og varst eitthvað kærulaust, þá átt það að hættu að dagsverki færi fyrir bíð þegar flotsokka var á ferðinni. Þannig og hún semst notaði sokkinn til að setja flotið í. Hvað segja krakkarnir þessa jólasveina? Og þessar sögur? Þetta náttúrulega bara mjög spennandi og útskýrir kannski náttúrulega rosalega margt bara lífið og tilveruna hér áður fyrr en þetta náttúrulega mjög eðlilegt að þeir séu ekkert allir sem koma til byggða því að náttúrulega bæði geta þeir ekki allir hagað sér almennilega og þannig að það er svona bara þessi 13 útvöldu sem er hleypt til byggða. Þannig að þetta bara mjög spennandi og kannski skýrir dálítið svona aðstæður hér áður fyrr svona betur og það mjög gaman að skoða samfélagi hér áður fyrir í þessu ljósi, sko, út frá þessari fjölskyldu grílu. Forvitnilegt að skoða þessa sýningu. Ragnar, bara að þakka þér fyrir að taka á móti okkur og þá að norðan á endan að þessu sinni og rétt handa við hornið systur þátturinn að austan.